Komið sæl, það svona ákveðin suðvestanátt sem búið að leika landið með skúrum víðast hvar á landinu nema þá síst norðaustan til á landinu. Sjáum hér lægðabólu vestan við landi, hún búin að vera hringsóla þar og hún mun svona eyðast smá saman næsta sólarhringinn og hverfa og jafnframt lægir hjá okkur og dregur úr skúrum til morguns, en það þessi lægð hér sem viðáttu meiri hér suður á landinu sem hefur áhrif á okkur á fimmtudaginn, kemur með úrkomusvæðin á land hér austan til og færir svo yfir landi svona smá saman með talsverða úrkomu. Á hitasviðinu við svona í fremur svölu lofti, óstöðu lofti, en það búið að vera nokkuð svona hressilegar dembur í þessum skúrum hjá okkur, en þessi lægð hér, hún svona dælir til okkar svona aðeins mildara lofti svo endanum á fimmtudaginn og stöður á loft sem fylgir henni. Og við skoðum svo þróunina í kvöld og nótt, það sjáum við að það sunnan og suðvestanátt yfir landinu, það eru víða skúrir í kvöld og nótt, en við sjáum að svona dregur eitthvað úr þessu en samt sem áður verða svona skúrir á víð og dreif á morgun. Þetta þá staðan í fyrramálið á landinu og sjáum að það yfirleitt svona frekar skýjað þungbúið sunnan og vestan til en léttara yfir eins og undanfarið hér á norðausturlandi. Og þegar líður svo á daginn að þá svona kannski þykknar aðeins upp á Norðurlandi einnig og það myndast síðdegisskúrir eins og við sjáum hér, líkunna reikna með nokkuð hressilegum dembur svona staðbundið, en svona annars víða smá skúrir í þessu á morgun, heldur efnisminni en verið hefur og við sjáum að það svona kannski heldur bjartara yfirsamt hér norðaustan til á landinu og þar líklegast verður hlýjast eins og í dag, fór alveg í tæpar 19 gráður á Egilsstöðum í dag en svona kannski eitthvað svipað á morgun. Og ef við höldum svo áfram að þá þegar kemur fram á fimmtudag þá sjáum við úrkomusvæðið koma yfir og svona upp á hádegi þá víða farið að rigna hér á Austurlandi og austan lands, en svona almennt sé skýjað vestan til landinu en bjartari yfir svona þar og þurrt. Nokkuð ákveðin norðanátt sem fylgir þessu, þá reikna með að verði staðbundið hvasst hér austan Öræfa, en annars verður hlýjast hér sunnanlands eitthvað í kringum 15-16 gráður sem best lætur en heldur svalt fyrir norðan í norðanáttinni. Og ef við höldum svo áfram að þá sjáum við úrkomusvæðið færast yfir smá saman og máli reikna með talsverðri úrkomu sérstaklega hér á Annesjum og utanverðum Tröllaskaga eins og við sjáum á litunum þarna, en almennt séð úrkomu lítið sunnan og vestanlands, þó ekkert ólíklegt að það dragi einhver úrkomu yfir heiðar í þessum vindstreng. Sjáum svona almennt séð strekkingsvindur en það verður almennt sem hvassar við fjöll hér, sérstaklega suðaustan til. Og föstudaginn sjáum enn þétt á milli þrýstilína, þetta föstudagur reyndar, já, síðan tökum við laugardaginn þá fjarlægist þetta kerfi og þá lagast veðrið til muna, fáum hæðarhrygg yfir á endanum og svona verður samt lengst af svolítið hvasst hér og rigning á norðausturhorninu, allavega framan af á laugardegi. Og hlýjast verður hér sunnanlands, líklegast upp undir 20 gráður, það sem best lætur. En ef við skoðum svo Evrópuveðrið að þá eru einhverjir skúrir hér í Skandinavíu, ekki mikið, víða fallegt og fínt veður og norðan til í álfunni, en það alveg þá hérna óstöðugt hér Balkanskaganum áfram og Ítalíu og í Ölpunum, en frekar skýjað á Spáni en eitthvað léttar yfir Portúgal.
Við skoðum svo hér Kanaríeyjar, þá norðanátt og skúrir aðalega norðan megin á eyjunum. En þetta verður síðasta kortið í kvöld. Verið sæl.